Bandaríkjastjórn setur mikinn þrýsting á úkraínsk stjórnvöld að samþykkja friðaráætlun til að binda enda á innrásarstríð Rússa. Forseti Úkraínu segir þjóðina standa frammi fyrir tveimur slæmum valkostum. Mikil þörf er á matargjöfum og bónuskortum úthlutað fyrir milljónir á mánuði. Þetta segja forsvarsmenn hjálparsamtaka sem búast við miklu álagi í aðdraganda jóla. Reynt verður til þrautar að ná samkomulagi á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem lýkur í dag. Loftslagssérfræðingur segir brýnt að grípa til aðgerða. Ekki eru allir á eitt sáttir hvar næstu jarðgöng eigi að vera. Samgönguráðherra ákveðinn í að ræsa borin eftir rúmt ár. Ný forgangsröðun verði birt á næstu vikum. Á 400 barna komu saman á barnaþingi í Hörpu í dag. Samfélagsmiðlabann, símanotkun og strætógjald voru meðal mála sem voru rædd. Gott kvöld. Úkraínuforseti segist ekki ætla að svíkja þjóðarhagsmuni vegna friðaráætlunar Bandaríkjastjórnar til að binda enda á innrásarstríð Rússa. Ein erfiðasta stund í sögu þjóðarinnar sé runnin upp. Bandaríkjamenn setja aukinn þrýsting á Úkraínumenn að samþykkja áætlunina. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Zelenski ávarpaði þjóðina síðdegis. Honum bárust í gær drög að friðaráætlun í 28 liðum sem fulltrúar í ríkisstjórn Trumps Bandaríkjaforseta, þar á meðal Marco Rubio utanríkisráðherra og Steve Witkoff erindrekistjórnarinnar hafa unnið að ásamt Rússum í það bil mánuð. Zelenski sagði í gær að Úkraínumenn væru reiðbúnir að vinna að tillögum Bandaríkjamanna en skilyrði samninga yrðu að fela í sér virðingu fyrir sjálfstæði og fullveldi landsins. Áætlunin hefur verið gagnrýnd fyrir að endurspegla ýmsar kröfur stjórnvalda í Rússlandi á Úkraínumenn. Hún felur meðal annars í sér öryggistryggingar fyrir Úkraínu frá Bandaríkjamönnum, að Atlantshafsbandalagið samþykki að senda ekki hermenn til Úkraínu og að kosningar verði í landinu innan 100 daga. Trump sagði í útvarpsþætti á Fox í dag að hann vildi að Úkraínumenn samþykktu áætlunina fyrir þakkargjörðardaginn 27. nóvember. Ella yrði dregið úr hernaðarstuðningi við Úkraínu og miðlun leyniþjónustu upplýsinga til úkraínskra stjórnvalda. Zelenski sagði í ávarpinu að úkraínska þjóðin stæði mögulega frammi fyrir tveimur slæmum kostum, að missa náinn bandamann eða reisn sína. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав вже двічі. Friðaráætlun Bandaríkjamanna kveður á að Úkraína afsali sér meðal annars Donbass í austurhluta landsins sem hefur verið á valdi Rússa að hluta undanfarin áratug. Í úkraínska hernum verði að hámarki 600.000 hermenn. En fyrir allsherjarinnrás Rússa var herafli Úkraínu 250.000 manns, en hann núna á bilinu 800 til 850.000. Úkraína heiti því að ganga ekki í Atlantshafsbandalagið en fái að sækja aðild að Evrópusambandinu. Rússland verði aftur tekið inn í heimsækjarfið og viðskiptaþvingunum aflétt. Það fái að ganga aftur í G8 og Bandaríkin semji við Rússa orku, tækni og vinnslu sjaldgæfra jarðmálma á norðurslóðum. Utanríkismálastjóri Evrópusambandsins segir að friðarsamkomulagi geti ekki eingöngu verið á forsendum Rússa. Russia's war against Ukraine is an existential threat to Europe. We all want this war to end. But how it ends matters. Rewarding Russia's aggression will not make Ukraine, Europe, or the Indo-Pacific safer. Russia has no legal right whatsoever to any concessions from the country it invaded. Ultimately, the terms of any agreement are for Ukraine to decide. The EU has a simple two-point plan: support Ukraine and pressure Russia. The EU is providing record levels of military support to Ukraine to help to defend itself, and we will continue to do so.
Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokks og fyrrverandi utanríkisráðherra. Geta Úkraínumenn gengið að þessum skilmálum? Já, Úkraínuforseti hefur nú verið nokkuð skýr með það að það sé nú erfitt að fallast á þetta og ég held að stuttasvari sé að það einfaldlega, held ég, mikið til undir Evrópu komið. Frá því að Trump Bandaríkjaforseti tók við hefur í raun ekki verið send ein byssukúla frá Bandaríkjunum til Úkraínu og Evrópa er þau lönd sem eru að langmestu leyti að styðja við Úkraínu. Þannig að það fer eftir því hver viðbrögð þeirra eru. En ef þetta yrði niðurstaðan, þá er það hættuleg niðurstaða og í mínum huga raunar einfaldlega ógeðfelld. Það sem þarna er verið að pressa á og leggja til og þar fyrir utan er meðal annars talað nokkur 100 milljarða greiðslu fyrir einhverju öryggistryggingar og ég bara minni á að Úkraína var með öryggistryggingar, meðal annars frá Bandaríkjunum og öðrum ríkjum. Þannig að það er ekki nema eðlilegt að úkraínska þjóðin svona sé að bregðast við með þessum hætti. En ef að þetta verður niðurstaðan, mætti þú ekki segja að þetta væri í raun og veru bara sigur fyrir Rússa miðað við stöðuna? Jú, þetta væri það, enda þegar að talin eru upp þessi atriði í þessu skjali, svo þetta veit maður ekki hvað endanum verður, að þá eru þeir að fá í raun allt sem þeir hafa beðið og meiri segir þeir að fá að vera að leggja til að þeir fái land langt umfram það sem þeim hefur tekist að taka yfir, enda hefur þeim tekist að taka yfir agnarsmáan hluta af landinu öllu. Landi sem að þeir ætluðu að ná öllu á örfáum dögum og raunar var það talið bara sem einhver heilagur sannleikur að það yrði niðurstaðan, meðal annars af Vesturlöndum og Evrópu og úkraínska þjóðin hefur sýnt að það er augljóslega ekki það sem gerist, það sem við erum að komast inn á 4. ár. En það sem er umhugsunarvert fyrir okkur er ef að þetta er það sem Bandaríkjastjórn er að leggja til, þá er það alvarlegur hlutur í mínum huga og hitt sem að mér finnst mikilvægt að við hugsum til er einfaldlega að við erum komin inn í tíma sem geta bara orðið ansi ískyggilegir og það mun bara reyna mjög verulega á okkur öll. Ég held að þetta muni, ef þetta heldur áfram að þróast með þessum hætti að þá geti það þýtt ískyggilegir tímar víða í Evrópu og það myndi hafa áhrif á okkur ef það verður raunin. Fylgjumst áfram með. Takk fyrir komuna Þórdís Kolbrún. Matargjafir og önnur aðstoð við efnaminna-fólk eykst stöðugt á Norðurlandi. Forsvarsmenn hjálparsamtaka tekur sárt hve margir eldri borgarar þurfa hjálp. Sjálfboðaliðar frá Norðurhjálp og matargjöfum á Akureyri ákváðu nýverið að sameina krafta sína vegna mikils álags síðustu mánuði. Ekkert lát er á eftirspurn eftir aðstoð nú þegar styttist í jólahátíðina. Já, það er bara alltaf að aukast öll þörf og við vorum farin að gefa bæði félögum sitthvort yfir 3 milljónir bara í bónuskortum. Sæunn tekur dæmi nýlega úthlutun þar sem afhent voru bónuskort fyrir 1 milljón á einum degi. Þá er ótalin önnur aðstoð sem fólki stendur til boða. Við hérna í Norðurhjálp, við gefum fatnað, húsgögn, glermuni, leikfeng bara eftir hvað fólk þarf. Það geta allir komið hérna og beðið hjálp og við gefum það. Svo erum við með mat líka alltaf, einhvern mat. Matargjafir sinna einnig úthlutun á mat og kortum. Þar er sérstaklega mikið að gera fyrir jólin og því sinnir Norðurhjálp allri úthlutun í nóvember og janúar. Hjálpin fyrir jólin er af ýmsu tagi. Í samvinnu við Hárgreiðslustofur á Akureyri þá hefur fengið fría klippingar fyrir börnin. Þau hafa gefið alla sína vinnu. Þá hafa samtökin aðstoða fjölskyldur með jólaföt og jólagjafir ásamt því að vera í góðu samstarfi við jólasveinana fyrir jólin. Þörfin fyrir aðstoð er mikil og kemur úr öllum hópum samfélagsins. Fólk sem er með 1 barn er á leigumarkaði, þau eru bæði í vinnu en þau ná ekki að greiða reikningana. Og erfiðast finnst mér persónulega að fá eldra fólkið. Af því mér finnst það svo ósanngjarnt. Þetta er fólki sem byggði allt upp og kemur hérna slítið og þurfa að biðja bónuskort. Og þetta er eitthvað sem á að vera hægt að laga. Innviðaráðherra vill bora næstu jarðgöng árið 2027 en alls er óvíst hvar á landinu þau verða. Ráðherra segist ekki bundin af loforðum fyrri stjórnar sem setti Fjarðarheiðargöng í forgang. Vegagerðin hefur óskað eftir tilboðum í forhönnun fljótaganga milli Siglufjarðar og Stafár í Fljótum.
Þar verða rúmlega 5 kílómetra göng og 20 kílómetra nýr vegkafli sem koma í staðinn fyrir strákagöng og vegum almenninga. Ráðherra segir útboð vegagerðarinnar ekki óeðlilegt þó enn sé beðið eftir nýrri samgönguáætlun. Fljótagöngin eru númer 2 í gildandi áætlun og það er mjög eðlilegt að þeir fara í þetta útboð. Fjarðarheiðargöng sem eru í fyrsta sæti þar, það er búið að fara í þetta útboð þar og þetta er bara eðlilegt að þeir myndu gera það núna. En hvar á að byrja að bora? Fjarðarheiðargöng voru efst á blaði milli Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðar en nú segir ráðherra ekki víst að svo verði áfram. Sumir vilja að Fjarðargöng hafi forgang, 2 göng frá Seyðisfirði yfir í Mjóafjörð og önnur áfram í átt að Norðfirði. Með þeim yrði til hringtenging miðja Austfirði. Á Tröllaskaga vilja íbúar fyrrnefnd fljótagöng og líka ný tvíbreið múlagöng milli Ólafsfjarðar og Dalvíkur. Á Vestfjörðum hefur helst verið kallað eftir Álftafjarðargöngum milli Ísafjarðar og Súðavíkur. Svo stendur til að grafa önnur göng undir Hvalfjörð á næstu árum. Enn er svo óvíst hvort hluti Sundabrautar í Reykjavík yfir Kleppsvík verður í jarðgöngum eða á brú. Fólk víða land segist vilja fleiri jarðgöng og helst nálægt sinni heimabyggð. Íbúar á Tröllaskaga voru almennt kátir með fljótagöng en sumum fannst byrjað á röngum enda. Mér líst bara mjög vel á það. Ég hefði viljað fá múlan líka. Fyrir mitt leyti þá má bora þetta allt í tætlur. Ég bara, er þar að ég hefði viljað sjá göng til Dalvíkur á undan. Ég vil frekar leggja áherslu á öruggari samgöngur hérna inn á sjúkrahús, flugvöll, háskólan, margt sem við sækjum, mörg þjónusta á Akureyri. Það dylst held ég engum hvers vegna Siglfirðingar og nærsveitungar vilja losna við þennan veg hérna almenninga. Eins og þið sjáið hérna fyrir neðan mig að það er ansi mikið á honum farið niður í sjó. Nei, mér finnst þessi að byrja því að vegurinn er að hrynja. Þannig að eðlilegt að sé ráðist í þetta fyrst? Já, ég myndi segja það. Hvernig finnst þér að fara veginn hérna almenninga? Mér finnst það ömurlegt alveg hreint. Maður er drullu hræddur að fara þarna. Á Ísafirði var samdóma álit að það þyrfti göng sem fyrst til að losna við veginn Súðavíkurhlíð. Það hefði náttúrulega verið átt að koma fyrir löngu vegna þess að Súðavíkurhlíðin er stórhættuleg. Finnst þér þetta verið í forgangi? Algjörlega. Það sýnir það allt grjótrunnið og snjóflóðin sem að falla hérna á leiðinni. Og það var meðal annars haldinn hérna mjög góður samgöngufundur þar sem að kom fram að þetta eru göngin sem að skipta mestu máli ef við erum að hugsa mannslíf og öryggi. En við Vestfirðingar erum svolítið að bíða og það segir mér þá að við hljótum þá að fara aftast í röðina. Ríkisstjórn gerir þess að í brók koma Álftafjarðargöngunum á stað. Takk fyrir. Á Austfjörðum eru margir vonsögnir yfir því að ráðherra ætli að stokka upp forgangsröðun. En málið flækist þó því landshlutin virðist klofin í afstöðu sinni til þess hvort verði grafin á undan, Fjarðargöng eða Fjarðarheiðargöng. Stofnað hefur verið til undirskriftalista fyrir báðar leiðir og á hvorum lista eru 2500 undirskriftir. Svona samgönguáætlanir eiga bara að halda þetta og ekki vera hálfgeðþótt að einhverja einstakar ráðherra, eða mér finnst það allavega. Við höfum bara byggja þessi Fjarðarheiðargöng og halda svo áfram að berjast fyrir hinu. Það er bara þannig. Þessi göng undir Fjarðarheiði þau náttúrulega ná ekki nokkur átt. Menn þurfa bara að standa saman að því hvernig á að gera hlutina og gera það á rétt. Fjarðarheiðargöng allan daginn. Þau eru löngu tilbúin sko. Það er bara fáralegt ef við færum að fara út í einhverja hönnun á öðrum göngum núna. Hversu mörg ár þurfum við að bíða þá í viðbót? Samgönguáætlun til 15 ára verður lögð fram á næstu 2 vikum. Innviðaráðherra segir mikið í húfi í mörgum sveitafélögum og gefið að fólk hafi sterkar skoðanir. Jarðgöng geti gjörbreytt búsetuskilyrðum. Já, ég tók á móti undirskriftalista út af Fjarðargöngum og ég ger ráð fyrir að taka á móti undirskriftalista af Fjarðarheiðargönga og ég bara fagna því að þessi lifandi umræða með þetta mál fyrir austan og í landinu og í samfélaginu. Er annarkvort þessara kosta sem hugnast þér betur? Það var bara fyrir að koma í ljós því að legg fram samgönguáætlun. Loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna átti að ljúka í dag en enn hefur ekki náðst samkomulag loka texta hennar. Búist er við að ráðstefnan teygi sig inn í helgina. Þátttökuþjóðirnar eiga enn langt í land með að samþykkja markmið ráðstefnunar. Ekki er minnst á áætlunum útfösun jarðefnaeldsneytis í drögum að loka ályktun og fjöldi ríkja hefur mótmælt því.
Yfir 30 ríki hafa krafist þess að áætlun að hætta notkun jarðefnaeldsneytis í áföngum verði í lokatexta ráðstefnunnar. Ísland þar á meðal, eins og Bretland og Þýskaland. Í bréfi sem ríkin sendu brasilískum stjórnvöldum sem eru skipuleggjendur ráðstefnunnar segir að mikilvægt sé að vinna að því að halda hlýnun jarðar innan við 1,5 gráðu. This COP cannot end without a clear, just and equitable roadmap for the global phase-out of fossil fuels. We are not asking for an empty document. We are not asking for an empty announcement. We have the moral responsibility to echo the people's demands for climate justice and for the elimination of fossil fuels. Jóhanna Hlín Auðunsdóttir nýkomin heim af ráðstefnunni. Hún segir að neyðin sem hlýst af loftslagsbreytingum hafi aldrei verið jafn nálægt og núna. Það var meiri neyð mögulega í andrúmsloftinu heldur en hefur verið áður. Ég var á COP bæði í Dubai og í Glasgow og aldrei áður hef ég svona fundið jafn sterkt hvað neyðin sem tengist loftslagsbreytingum og loftslagsbreytingar að valda nálægt okkur. Og svo sem kannski smitaðist af því og þessari neyð, þessi vilji til aðgerða og óháð því hvort að ég var að ræða við stjórnvöld eða viðskiptalífið eða vísindamenn að þá svona samanstóð það svolítið af þessu, bæði neyð og þess að við þurfum að grípa til aðgerða. Og nánar verður fjallað loftslagsráðstefnuna í heimskviðum eftir hádegisfréttir á Rás 1 á morgun. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, bindur vonir við að Seðlabankinn haldi áfram að lækka stýrivexti á komandi misserum. Bankinn lækkaði vextina 0,25% stig á miðvikudaginn til að bregðast við stöðunni á íbúðalánamarkaði. Næsti vaxtaákvörðunardagur í byrjun febrúar. Og það sem var kannski áhugavert var að sjá að tónninn varðandi framtíðin aðeins að breytast. Það að koma slaki, mögulega erum við að detta inn í aðeins annað jafnvægi sem líka svona jákvæð tónn í að það verði svigrúm til frekari vaxtalækkana vonandi, en við sjáum bara hvað setur. Sko nú verið að gera ráð fyrir minna hagvexti en spáð var. Hver svona þín viðbrögð við því? Mér finnst kannski aðalega mikilvægt að við horfum á gæði hagvaxtarins, hvernig hann tilkominn. Við höfum gengið í gegnum hagvaxtarskeið núna undanfarin ár, en hagvöxtur á mann hefur verið 0. Vegna þess að það hefur verið mikil fólksfjölgun, þetta hefur verið svona vinnuaflsfrekar hagvöxtur og þetta ástæðan fyrir því að ríkisstjórnin núna að vinna atvinnustefnu til þess að passa svona þau störf sem hér skapist, þau séu þess eðlis að þau séu háframleiðni og tryggi gæði hagvaxtar. Barnasáttmáli, símanotkun og strætógjald voru ofarlega á baugi á barnaþingi í Hörpu í dag. Hópur barna allstaðar af landinu sótti þingið ásamt alþingismönnum og fulltrúum ríkis, frjálsafélagasamtaka og vinnumarkaðarins. Og við erum búin að vera að þróa þetta núna, við erum að halda 4. barnaþingið og þetta að verða svona miklu smurðara hjá okkur með hverju þingi og maður finnur það alveg að fram að þessu þó að þetta hafi ekki verið mjög formleg hvernig þetta hefur verið unnið áfram að þá vinnum við mjög mikið með þessar tillögur og þetta þingin hafa þegar haft heilmikil áhrif. 350 börn komu saman á þinginu til að ræða lykilmálefni. Og hvað bar hæst hérna á þinginu í dag? Sko, það var talað mikið símamál og hvernig það símar í skóla og hvað þannig. Svo vorum við að tala strætómál og barnasáttmálun og hvernig þetta bæta hann hér á landi. Finnst þér að það eigi að banna símanotkun í grunnskólum? Nei, mér finnst að þetta kannski að banna þá í kennslustofum en alls ekki í frímínútum. Það ekki að fara að laga neitt að banna þá. Þeir munu bara fara á samfélagsmiðla TikTok heimildir eða vinnunni það á æfingum. Það ætti að fræða síma. En það var líka að tala strætómál. Getur þú sagt mér aðeins frá því? Það yfirleitt verið að tala að það ætti að vera frítt fyrir fólk undir 18 ára og að það ætti að vera ofta strætó sérstaklega í kringum skóla og svoleiðis. Og núna kostar fyrir börn eldri en 12 ára eða það ekki. Eru þau að eyða miklu í strætó? Freka mikið. Við erum búin að reikna út og að mér að fara á hverjum degi strætó í skólan og í æfingu. Þá er það 50.000 á ári fyrir barn og það mörg börn sem ekki með peningin til að borga í strætó á hverjum degi.
Hvað finnst þér varðandi hugmyndina að börn yngri en 15 eða 16 ára fái ekki að nota samfélagsmiðla? Sko, mér finnst bann mjög stórt og þetta er náttúrulega mjög flókið að hvernig á að útfæra svona, en mér finnst aðalatriðið stafar að tala alltaf að banna samfélagsmiðla undir þetta, banna samfélagsmiðla í skólum, banna síma í skólum. Mér finnst aðalatriðið ætti að vera, hvernig verður þetta gert. Það þarf svo að passa þegar svona er gert að ráðherra sé talar við börn, að þetta sé gert í virku samráði við nemendur og við alla, því það er svo erfitt að vera að banna í þessu nútíma samfélagi og lykilatriðið að þú getur ekki gert neitt, verið að taka ákvarðanir börn án barnanna. Það er sem er svo mikilvægt. Hafnfirðingar fagna í dag opnun nýrrar verslunarmiðstöðvar í miðbænum. Verslunarrými í Firði er orðið 2-falt stærra og mánaðamótin verður opnað 18 íbúða hótel. Í dag eru 3 ár frá því fyrsta skóflustungan var tekin og fyrsti áfangi framkvæmdana er nú að baki. Það var allt á fullum snúningi í dag þar sem iðnaðarmenn voru í óðaönn að reka smiðshöggið á verslunarrými á neðstu hæð í verslunarmiðstöðinni. Alla verslanir sem hafa verið í húsinu flytja þangað og fjöldi nýrra búða verður opnaðar þar í dag og næstu daga. Þessum tímamótum er vel fagnað í dag. Þetta mun hafa mikla þýðingu fyrir Hafnarfjörð og sérstaklega miðbæinn. Hafnarfjörður er nú talin hinn miðbærinn á höfuðborgarsvæðinu og þetta er eini verslunarkjarni sem innangengt er frá strandgötunni sem er svona laugavegur okkar Hafnfirðinga. Það verður hægt að njóta þess að ganga strandgötuna á milli verslana og leita svo inn í hlýjuna í Firði. Auk þess verður opnað íbúðahótel við strandgötu mánaðamótin. Bæjarstjórinn er ekki í vafa að þessi nýji miðbæjarkjarni laði jafnt að heimamenn sem ferðamenn, sérstaklega á aðvendunni þegar jólaþorpið er í fullum gangi. Og við erum komið þannig miðbæ hér í Hafnarfirði sem er bara samkeppnishæfur við það besta sem gerist bara erlendis og þó í það verði bara út allan heim. Við erum hér með glæsilegar búðir bæði hér í Firði og í strandgötunni og bara út allan bæ. Þannig að Hafnarfjörður er svo sannarlega komin á kortið þegar kemur að verslun og þjónustu og meira til. Haldið var upp á 150 ára afmæli Mýrarhúsaskóla á Seltjarnarnesi í dag. Lúðrasveit fór fyrir skrúðgöngu nemenda og nýr skólasöngur var frumfluttur í tilefni dagsins. Boðið var upp á afmælisköku og sögusýningu, en Mýrarhúsaskóli er einn elsti skóli landsins. Hann var stofnaður árið 1875. Ólafur Guðmundsson útvegsbóndi í Mýrarhúsum hafði forystu stofnun hans á sínum tíma. Fjölmargar fjölskyldur hafa fyrir hefð að fara á skauta á Ingólfstorgi á aðventunni. Svellið var opnað í kvöld í 11. sinn og þar er Sólveig Ólafsdóttir fréttamaður. Sólveig, eru margir mættir til að taka snúning á svellinu? Já, það er algjörlega óhætt að segja það. Hér sé múr og margmenni sem var komin saman hérna til að fylgjast með opnunni og það myndu strax biðraðir að leigja skauta. En hjá mér er Sigurbjörn Ari Sigurbjörnsson, markaðsstjóri Nova. Sigurbjörn, er alltaf jafn mikil eftirvænting að opna svellið hér á Ingólfstorgi? Nóvasvellið er náttúrulega bara orðinn ómissandi hluti af jólastemmingunni hérna niður í bæ og við erum með pakkfulla dagskrá í desember, þannig að það er heldur betur tækifæri til að skapa gæðastundir með fjölskyldunni hérna jólin. Og hjá mér er líka hér einu atvinnu skautadansarar landsins, það er Júlía Silvía Gunnarsdóttir og Manuel Piazza félagi hennar. Júlía, mætir þú hér á aðvendunni á skautasvelli? Bara algjörlega. Þetta er orðið hefð? Já. En nú ætlum við að fá þau til að sýna okkur taktana hvernig atvinnumenninni fara að. Og þá að veðri. Leifar af skilunum sem fóru við landi í gær hanga yfir Norðausturlandi með snjókomu víða á þeim slóðum. Úrkomusvæði fjarlægist í kvöld og þá ætti að stytta upp. Útlit er fyrir hæglætisveður helgina og víða bjart í veðri. En þó má gera ráð fyrir einhverjum éljum eða skúrum og það er þá helst á suður og vesturströndina næsta sólarhringinn.
Það kólnar smám saman einkum í innsveitum norðan og austanlands þar sem frostið gæti farið í 2 stafa tölu, en nánar veðrið að loknum íþróttum. Það var sannkölluð handboltaveisla á Akureyri í gærkvöld þegar KA og Þór mættust í efstu deild karla í fyrsta skipti í 4 ár. Hér alvöru rígur og hér alvöru svona ákveðið hattur á milli liðanna. Ef við 20 ár þá væri brjálaður sko. Íslenska kvennalandsliðið í handbolta komið til Færeyja þar sem liðið leikur æfingarleiki í loka undirbúningi sínum fyrir HM sem byrjar í næstu viku. Ég vil náttúrulega fyrst og fremst bara sjá okkur svona varnarlega sérstaklega þéttast. Íþróttir eftir augnablik. Áður við kveðjum ykkur skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Bandaríkjastjórn setur mikinn þrýsting á úkraínsk stjórnvöld að samþykkja friðaráætlun til að binda enda á innrásarstríð Rússa. Forseti Úkraínu segir þjóðina standa frammi fyrir 2 slæmum valkostum. Mikil þörf á matargjöfum og bónuskortum úthlutað fyrir milljónir á mánuði. Þetta segja forsvarsmenn hjálparsamtaka sem búast við miklu álagi í aðdraganda jóla. Reynt verður til þrautar að ná samkomulagi á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem lýkur í dag. Loftslagssérfræðingur segir brýnt að grípa til aðgerða. Og 400 barna komu saman á barnaþingi í Hörpu í dag. Samfélagsmiðlabann, símanotkun og strætógjald voru meðal mála sem voru rædd. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar RÚV.is uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á RÚV appið en þessum fréttatíma lokið. Njótið helgarinnar, hafið það gott og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Fjölskyldan í forgrunni, here we go. Breskir gamanþættir hina óviðjafnalegu Jessop fjölskyldu sem lifir heldur óreiðukenndu lífi og yngsti sonurinn Sam festir það allt á filmu. Ég mikið að sjúkdómsgreina mig með þessu